Hæ, við erum bara í búðinni að versla. Ég held sveimi þá að sé ekki svona úrval í nokkurri annarri íslenskri versla. Áttu smá svínasíðu, bara heilan bita þarna bakvið. Glæstur, takk. Jæja, ég ætla að prófa sem sagt að gera þekktan sænskan rétt sem heitir Wallenbergari, sem heitir eftir einhverjum þekktum sænskum lögfræðing, en þetta hefur enga meiningu um okkur Íslendingar, þannig að héðan í frá mun þetta heita Ingvarsson. Þannig ég er formlega að stela þessu uppskrift. En ég ætla semst að breyta þess dálítið eftir eigin höfði og það er til að taka þessa svínasíðu hér og hakka hana niður ásamt hreindýragúllasi. En það má náttúrulega nota eiginlega hvaða villibráð sem er. Fyrir okkur Íslendinga er náttúrulega hreindýrakjötið aðgengilegast. En ég ætla allavega að byrja að taka hérna puruna af og hana má síðan sjálfur sér spara og hreinlega bara henda henni inn í ofn, penslana með smá salti, gera smá skori í hana og bara hreinlega búa sér til puru. Þú ætla að sjá hvað ég nái salt af í nokkuð sómasamlega því að ég vil nefnilega ég vil helst ekki missa fituna því að það er fitan sem gefur matnum bragðið og við höfum ekkert að vera að forðast fitu. Mettuð fita, þrátt fyrir það sem hefur verið sagt um hann áður, er ekki óholl og við þurfum ekkert að hugsa neitt meira um það. Svona, þetta er að koma hjá mér. Og ef það er einhverjir fagmenn að horfa á þetta, eins og ávallt að biðja ykkur afsökunar, ég á margt eftir ólært. Það hangir hérna rétt á. Svona, eins og ég sagði, þetta má síðan bara skera, svona þvert yfir, salt og pipra, skellin í ofn, þá ertu komið puru sem getur borið fram, já, með hverju sem er. Heyrðu, og þá eru líka hérna bein á þessu. Við ætlum nú ekki að mala þau niður, þannig að ég sker bara niður með undir beinið og losa það frá. Og það er að sama skapi. Þetta er líka matur. Þetta hérna er náttúrulega bara svínarif og má nota sem slík. Og þannig skellið þessu bara í ískap. Maturinn fyrir, má búa til þessi smá snakk úr þessu með að baka inn í ofni og smá snakk með. Alltént ætlum við að taka þennan kjöt, skera hann niður í bita, að því ætlum síðan að mala það með gúllasinu, hreindýragúllasinu og svo bragðbætum við þetta eftir með kryddum sem manni finnst kannski, eða mér finnst og kannski mörgum öðrum, myndi sóma sér vel með villibráð. Og þá er ég helst að hugsa um tímjan, bergmyntu, oregano og einiber. En þá bara byrjum við að mala og kveikjum á vélinni og þá setjum við bara á víxl. Svona, þetta fer allt hérna rauðveldi í gegn. Að gera bara passa puttana. Ástæðan fyrir ég vel svínasíðuna, það er kannski ágætt að nefna það. Það er vegna þess að svínasíðan er vel feit á meðan að gúllasið, hreindýragúllasið er eiginlega alveg magurt. Þannig að ég er að vonast til þess að loka afurðin verði cirka 20% fita en þá tryggi ég að bollan verði alveg rosalega safarík. Svona, og við þurfum bara að stoppa hér og eins og ég sagði, þetta eru lúxusbollur og það sem gerir það lúxus er náttúrulega hvernig þið síðan farið með þær. Ég ætla til dæmis að til þess að gera þær ríkari að það er að brjóta eggjarauður út í þetta og ég ætla líka að gera gott betur. Ég ætla að hræra smá rjóma saman við og ég ætla bara að nota rauðurnar. Það er til mörg tricks til að ná þessum rauðum frá. Einhvers staðar gekk á netinu, YouTube-vídeó, þar sem maður er að sjúga þetta upp með einhverjum flöskum. Ég veit ekki hvort það sé fljótlegra en þetta hérna. Svona. Og
hérna þá er bara þetta að fara til hliðar. Heyrðu, næsta skref er rjóminn og við þurfum cirka 100 millilítra eða svo. En maður finnur það þegar maður er að hræra þetta saman að hversu mikinn vökva þarf. Og stundum er það þannig að maður er of djarfur og þarf að setja eitthvað til að drýja. Maður setur of mikinn vökva þarf að redda sig fyrir horn með því að setja smá brauðrasp á móti. Og það er þannig, ég er þetta með ferskt oregano og það er þannig með oregano að það er eiginlega bragð meira þegar það er þurrt. Það er eina af þessum fáum af þessum jurtum sem heldur bragði sínu afar vel og jafnvel verður kraft meira þegar það er þurrkað. Til dæmis svoleiðis og ekki við steinselju eða basil eða neitt svoleiðis. Það eru krydd sem þola raunverulega enga þurrkun. En við erum ekkert að nota það hér, þannig að við þurfum ekkert að pæla í því. Svona, þetta er timjan sem ég er núna að draga laufin af. Svona. Og markmið er að vera með cirka kannski teskeið af möluðu kryddi onni af hverju. Og þetta sé ekki nóg bara. Ég slumpa á það, við sjáum hvað setur. Blöndum þetta bara saman og reynum að vefja þetta aðeins upp svona saman þannig að þetta sé þétt. Og svo rennum við bara hnífnum í gegnum þetta. Og það þarf bara að passa sig þegar maður er að skera þessar kryddjurtir, að passa puttana sína. Og við ætlum að fá þar ansi fínt niður. Og svona og svona. Þetta ilmar alveg eins og þetta passar við matinn. Þetta passar við villibráð og þetta passar við svínahakkið. Nú bara komum við þessu fyrir nonni, svona. Og þá er næsta einiber. Einiber passa vel með villibráð. Svo tökum við þetta hérna af til að ná þessu út. Það þarf ekki mikið, bara 4-5 einiber. Og það er auðveldara að steyta þau þegar maður er með salt. Og að því við erum með íslenska villibráð þá ætlum ég að nota hérna svona blóðbergssalt til að gefa þessu enn meira bragð. Svona. Og það þarf að lemja vel á þeim til að mauka þau niður. Og raunverulega er það þannig að ég hugsa að ef maður ætti ekki einiber þá gæti maður sett einn sjús af hreinlega gini. Svona. Þetta fór onni og setjum þetta aftur hliðar og hrærum þetta saman. Þannig að kryddin blandast þessu vel, en ég sé núna að ég á klárlega eitt eftir og það er næstu það mikilvægasta og það er piparinn. Pipra þetta vel. Við viljum hafa bragð af matnum, þannig að ég myndi giska að maður þurfa að fara svona 15-20 hringi, svona. Og þá fljótlega verður þetta tilbúið að hnoða saman í svona stór falleg buff. Og þá sjáum við líka, og meðan við erum að blanda þetta, hvernig kjötið er. Og ég sé ekki betur en að það líti bara nokkuð vel út. Það gefur aðeins eftir, það er smá bleiti í því. En þá er næsta skrefið og þetta er líka eitthvað sem er aðeins ekstra. Sett aðeins hérna, næ mér í eldfast mót og svo er ég hérna með brauðmylsnu. Og brauðmylsnu er að gera bara búa til sjálfur úr gamlu brauði sem maður lætur þorna sjálfur. Og þessu stráum maður bara hérna. Svona. Dreifir vel úr þessu. Að sama skapi hér eins og allstaðar þegar maður er að elda. Það þarf að bragðbeita allt, rétt skerpa á öllu. Þannig að það sé bragð að hverjum einasta hluta bitarna sem maður bítur í kjötið. Ok, og nú tökum við bara hérna og búum okkur til bollur. Þá tökum við, og þetta eiga að vera, eins og ég sagði, þetta eiga að vera kjötbollur, en það eiga að vera ansi vænar. Þetta eiga að vera, þú veist, þetta er juicy. Og svo setjum þetta bara hérna í mylsuna, svona.
og hrúa minni yfir þetta. Svona. Og af hverju maður að setja mylsnu á þetta? Af hverju að setja mylsnu? Ég skal segja eitthvað nákvæmlega af hverju. Það til þess að sogi sig aðeins meira af smjörinu sem við ætlum að steikja þetta úr og eftir. Og þá verður þetta ennþá bragð betra. Maður hugsa sér sko þá að það sé nóg 1 buff á mann. Þetta er náttúrulega stór buff. Og það er sannlega rétt. 1 buff er nóg á manni, maður á ekkert að vera að éta of mikið. En ef maður er alveg rosalega svangur, þá er allt í lagi að maður fá sér 2 sko. Þannig að í versta falli 2, í versta falli. Svona. Og nú bara ætlum ég að ná mér mylsnu. Svona. Og mylsnu jafnt yfir þetta allt. Og það er ekkert óvitlaust að geyma þetta. Ég ætla bara að gera 4 buff í bili. Bara hreinlega vegna sér ekki með meiri pláss í þessum diskjana. En að leyfa þess að fara inn í ísskáp í smá stund. Bara til að taka sig þannig að það þéttist aðeins áður en þetta fer á pönnuna. Og þá þarf ég bara að finna pláss í ísskápnum. Og nú er spurning hvort ég geti hreinlega lokað honum. Já, það tókst. Göngum aðeins frá, förum í næstu skref, en það er kartöflumúsin.